Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, nú ætlum við að ræða þjóðarmorð á Gaza sem að náttúrulega allt til henni til. Það hefur verið í umræðunni og svona verið að benda á svona hörmungar sögunar, hvort það geti verið að sagan sig endurtaka sig með einhverjum hryllilegum hætti og þá verið að vísa til þess að nú séu Ísraels her og Ísraels stjórn í hlutverki þeirra sem að fremja þjóðarmorð fyrir hönd ríkis sem að var eiginlega stofnað og stutt mitt út af þjóðarmorði á gyðingum í Þriðja ríki Hitlers. Hún hingað komin Inga Þóra Haraldsdóttir og þú ert helfarasagnfræðingur. Má ég þessi samlíking sem að þú náttúrulega oft séð að Ísraels stjórn séu í hlutverki nasistana núna. Hvernig slær þetta þig? Ef þú hefur spurt mig fyrir svona ári síðan, þá hefði ég neitað því. Ég hefði sagt, nei, það bara getur ekki verið, en þegar maður horfir á þetta í dag og núna þegar að maður það bara eins og horfast í framan, bara horfast í augu við það sem er að gerast og þá uppgötva það sem hefur verið að gerast, að þá er þetta erfitt að hverfa frá þeirri samlíkingu, að þeir eru með svona bara þjóðernishreinsanir og bara rasískar hugmyndir, en ég myndi segja það. Já. Og svo stefna ríkisins líka svo að auka lífsrými og að hreinsa það svæði sem að ríkið næri yfir. Þannig að hlutfallið þar af innfæddum sé lægra, sem að kannski tekist ekki gyðingunum í Þriðja ríkinu heldur kannski slöfunum og fleira sem að var notað svipara fyrir. Já, Lebensraum fyrir Þjóðverja var akkurat að taka þá landsvæðin af Austur-Evrópu og slöfunum eins og segir. En á sama tíma þá voru með sérstakar svona hersveitir sem Einsatzgruppen til þess að útrýma gyðingum og öðrum óæðrum á meðan. Þannig og mér finnst það að vera keimlíkt núna þegar þeir tala og hafa greinilega, sem ég er að uppgöta núna með því að vera að horfast í augu við þetta, er að síonistar hafa alltaf haft þetta sem markmið. Að ýta palestínumönnum eða örubum út úr sínu guðslandi, á maður að segja. Og þeir eiga eitthvað guðlegan rétt á, umfram aðra, svipað og var í Þriðja ríkinu. Já. Fyrir yfirburðir sakir, þá eigum við þetta land rétt á að taka það. Akkurat, en þarna er bara verið þá að vísa í biblíuna og trú og meðan að, svona eins og með nasistana, þá var þetta svona mystíska hugmyndin Þýskaland og þeirra æðri rétt á því að vera betri þjóð en aðrir. En þetta er, eins og ég segi, mjög keimlíkt. En bæði ríkin, ef við höldum áfram þessu samlíkingu, eru byggðar á hugmyndastefnu sem er svona. Og ég meina Ísrael er byggð á síonisma. Og samkvæmt síonismanum þá er engin svona tiltekin landamæri á Ísrael. Ég meina aldrei hafa stjórnvöld í Ísrael talað eitthvað tiltekin landamæri. Þannig að hugmyndin þessa útvíkkun og stækkun, að endurheimtin, ég veit ekki hvernig þeir myndu orða það, hún er eiginlega innbyggð inn í tilveru landsins. Já. Og ógn við tilveru Ísraels, frá þeirra sjónarhóli, er ógn við síonisman. Já, þetta er eitthvað sem ég hef bara verið að uppgöta bara síðustu misseri, að Ísrael var stofnað að síonisma, í mínum hugarheimi og mínu uppeldi þá var mér bara sagt og kennt að Ísrael hafi bara verið stofnað til þess að búið til heimili fyrir akkurat fórnarlömb helfararinnar og það hafi ekkert verið einhver svona vond hugmyndafræði þarna bakvið. Skjól. Já, þetta er bara eitthvað skjól og þá bindist maður ákveðnum svona bara tengslum við þetta. Það er eitthvað svona öryggistilfinning fyrir ættbálk eða hópfólk sem hefur verið ofsótt í mörg þúsund ár. En þegar maður skoðar hvað síonismi er
og sér akkurat að það hefur bara verið frá upphafi nýlendu stefna með rasískum hugmyndum á bakvið og þeir stofna land út frá þeirri hugmyndafræði að þá Áttu við að þessi þá erfitt að styðja Ísrael vegna þess að á þeim sama tíma maður að styðja síonisma? Já, að sko, eins og ég segi, þú veist, það mjög erfitt allan fyrir mig að hugsa, þú veist, að Ísrael á ekki rétt á sér. Það eitthvað sem ég hef aldrei komið nálægt að hugsa fyrir en núna, þegar maður sér hvaðan hugmyndafræðin kemur. Það ekki hægt að aðgreina Ísrael frá síonisma? Já. Þannig ef þú vilt segja að þessi rétt að gyðingar hafi skjól á þessu landsvæði, þá verður eiginlega að kalla það eitthvað annað heldur en Ísrael. Vegna þess að Ísrael svo bundið síonismannum og landtöku og svo hreinsunum. Annarkvort verið að reyna að bæja fólki á flótta. Hugmyndin líklega svo að verið aldrei meira en kannski 20% Palestínumenn á svæðinu. Þeir líta svo á að þeir verða að halda því niðri til þess að geta hafið stjórn á þeir svæðin sem þeir taka. Algjörlega. Ég hélt að þessi tveggja ríkja lausn væri alltaf málið og mér þótti alltaf mjög vænt Oslo-samningarna sem voru gerðir á 10. áratugum. En síðan þegar maður fer að skoða þetta að fáar þjóðir höfðu þá viðurkennt Palestínu sem land, jafnvel með Oslo-samningnum og meiri segja þegar Ísland viðurkennir Palestínu og þá segjum við samt sem áður að Ísrael að hernema landsvæðara. Það kemur ekki alveg fram, það nefnilega gallinn svolítið við þegar að vera að viðurkenna Palestínu. Þá líka verið að viðurkenna eins og svona hugmynd. Já. Ekki bara þess að við viðurkennum Palestínu og hér landamærin, þannig að nú Ísrael með innrás inni í Palestínu. Já. En það ég meina, íslensk stjórnvöld orðaði þetta ekki þannig? Nei, þetta er samt, ég var að skoða viðurkenninguna á Palestínu á Alþingi 2012 og þar aðeins rætt að Ísland fordæmir hernám Ísraels eins og á Vesturbakkanum og slíkt. En landtöku. Já. En þá skil ég ekki ef flesta þjóðir vilja þessar tveggja ríkja aðskilna, af hverju þá ekki að viðurkenna það eða þá viðurkenna það að Ísrael að hernema landsvæði Palestínu ef þið að styðja þessa lausn. Það að því að viðurkenningin á hvoru ríkinu fyrir sig svo loðin. Já. Þú viðurkennir Ísrael og Ísrael bara hugmynd sem síonisk hugmynd sem byggir á því að þau munu stækka. En þú bara orðar það ekki þegar þú viðurkenna það. Og sama með Palestínu viðurkenna hana. En þú orðar ekki þennan nágranna það að Palestína kannski bara það sem að Ísrael leyfir inn að vera. Það náttúrulega ekki raunveruleg viðurkenning. Nei, en líka bara það sem ég ólst upp við og trúði bara í mjög langan tíma var að ástæðan fyrir því að Ísrael hélt, Palestínu í skefjum væri vegna þess að Palestína og aðrar þjóðir í kring höfðu það eina markmið að útrýma Ísrael og það eina markmið og ég las bækur þetta í sagnfræðinni í HÍ og þar stóð það að þetta var eina markmiði en síðan eins og Arabaþjóðir í dag að viðurkenna Ísrael og segja að við munum aldrei, það ekki markmið okkar að útrýma Ísrael og hefur ekki verið heldur bara í stríðinu 48 að þá fóru Arabalöndin inn til þess að verja palestínumennina sem að vera ít út en það ekki það sem ég vissi Ég held að þetta var vegna þess að það var verið að ráðast á Ísrael eins og þau trúðu ekki á rétt Ísraels að vera til. Þannig það búið að vera að þegja yfir því gagnvart okkur að Ísrael árásaraðili áratugum saman og það alveg upp í sagnfræðinni í háskólanum. Já. Þannig þetta svona samkomulag ósannindi. Já, eins og það sé þægilegast en síðan hef ég líka alveg spurt sjálfa mig og aðra þegar fólk sérstaklega á svona Palestínu mótmælum og slíkt að segja þau svo viljum alla Palestínu aftur og þá spyr ég hvað með
gyðingarna sem eru þarna, þess að þá kemur upp óttinn hjá mér, ætli ég þá bara að flytja alla gyðingarna líka, þú veist, ég veit að Ísraelsstjórn í dag með svona Madagaskar-plan með Palestínu, vilja flytja þau einhvers staðar annars staðar og sem fáránlegt og ég fordæmi það, en þá pælingin að gera slíkt sama þá við gyðingarna. Þú veist, það þú veist, ég myndi vilja að fólk lifi að það sátt á samlendi. Já, en það sko lausnin, hún svo fjarlæg. Mjög svo. Að það eiginlega bara kröfurnar á báða bóa. Já. Og þetta ekki þó að það heyrist kallað hérna Palestína frjálst frá fjalli að fjöru eða hvernig sem maður myndi þýða það. Það náttúrulega eru palestínumenn sem að vilja bara að Ísraelsmenn og Ísrael bara hverfi. Já. En eins og þú ert að benda á að þá eru það stjórnvöld í löndunum í kring og stjórnvöld palestínumanna lengst af hafa verið að byggja á tveggjaríkjalausninni, miklu frekar en Ísrael. Þannig að það Ísraelsstjórn alveg líka frá Oslo-samkomuninni sem hefur alveg hafnað þessu. Þóttu það kannski í orði sagt það eitthvað tímann til að byrja með, en ég held að það sé engin í Ísraelsstjórn sem að stefna tveggjaríkjalausn. Er það? Nei, ekki þau. Ekki nema sem áfanga í því það til þess að geta haldið áfram útreynslunni. Já. Til þess að róa ykkur þarna á Vesturlöndum eða eitthvað svoleiðis. En það ekki raunveruleg hugmyndum að vera með eitthvað fyrirkomulag þar sem að það getur verið tvö ríki eða svo svæði. Nei, greinilega ekki. Vegna þess að þegar maður virkilega skoðar síonisma og hversu mikið hann leiðir bara pólitíkina í landinu og hefur gert frá upphafi að þá akkurat segir þú veist að Ísraelsstjórn segir eitt en gerir annað og hefur alltaf gert og mér finnst það mjög sárt vegna þess að ég ólst upp við það að halda að margir frægir forsætisráðurar í Ísrael hafa stutt þessa tveggjaríka lausn í langan tíma en það bara fyrirsláttur. Ég veit það. Það verið að vísa til eitthvað, það hefur verið skárra þegar verkamannaflokkurinn var öflugri og eitthvað svoleiðis og komið þar einhverjir leiðtogar. En raunverulega voru þetta bara, þeir voru svona diplomatískari í samskiptum. Já. En stefnan var nákvæmlega svo sama, undir. Við sjáum það, þú veist, að eins og bara með hernámi á Vesturbakkanum og í Gaza og í Jerúsalem að þetta hefur ekkert lagast. Þetta hefur bara versnað og þegar maður, sérstaklega í dag þegar maður setur sig inn í þetta fyrir að horfa á eins og svona heimildamindir eins og Settlers eftir Louis Theroux eða slíkt og sér þessara settlera menningu í Ísrael að þá bara algjört disconnect. Þetta bara meikar ekki sens að þú getur sagt já við viljum tveggjaríkja lausn menn að þú ert á mjög hægt en samt mjög effektíft að ýta fólki úr landi. Ég talaði við Kouassi O'Day sem íslenskur palestínumæður sem staddur í Jerúsalem að reyna að framlengja dvalarleyfið, þannig að hann geti verið þar komið til sína heimaslóða. Og hann sagði núna síðast þegar ég talaði við hann í vor að ástandið hefði aldrei verið verra og þá var hann að lýsa að því hann í Vesturbakkanum, þá var hann að lýsa því bara þegar þú ert út á götu að ógnin sem að þú upplifir bara af borgurum Ísrael svo mikil að hann sagðist aldrei hafa upplifað jafn mikla andúð og fjandskap og annað slíkt og ég var svona að reyna að átta mig á því í hverju þetta fælist og spurði ef hann myndi handmæla eða mótmæla eitthvað slíkt hvort hann í handtekinn þannig að nei, ég í skotin Þannig hann að lýsa því, þá það orðið þá búið að magna upp í þjóðinni sem að þú kannski sem helfarar fræðingur getur fundið líka samsvörun við Þýskaland. Það sem að massin eða múrin gleypir einhverja afmennskun andstæðingana og lítur á það að það sé bara eins og ráðherrar í Ísrael hafa sagt, séu kakkalakkar og pöddur sem það eyða. Þetta lítur að vera erfitt að horfa upp á, ef við myndum gera könnun í Ísrael núna stuðningin við aðgerðir Ísraelsstjórnar á Gaza. Ekki svona 80-85% sem eru bara styðja ríkisstjórnina? Það styðja ekki endilega Netanyahu, ef við myndum spyrja það. Þeir myndu styðja aðgerðir stjórnvalda og hersins. Já, það myndi ekki koma mér óvart ef það væri niðurstaðan. En þetta
það segir svo margt bara hverja afleiðingar árásarinnar 7. október voru fyrir bara þjóðarsálina þarna og ég verð að segja, mér finnst mjög hentugt fyrir ríkisstjórn Netanyahu að þetta gerist stuttu fyrir kosningar hjá honum. Hann var mjög óvinnsæll þarna og þá þegar þessi hrikalega árás gerist að þá nær hann að setja yfir herlög og fólk var mjög ósátt í mjög langan tíma. En því meira sem hann hefur tækifæri að vera með áróður, virkan áróður í svona langan tíma og þá mjög auðvelt eins og það frjór jarðvegur þarna hjá íbúum Ísraels að gleypa þetta, menn þetta áratuga löng sagan á baku, þetta gerist ekki á einni nóttu og sérstaklega þegar þú ert endalaust að spila í þetta þessa sorg sem fylgir þessari árás, alltaf að draga hana upp og ofsóknir fyrir ára og alda. Akkurát, og þá endalaust verið að segja ok, við þurfum bara að taka þetta fólk í burtu svo að þið fáið að upplifa öryggi og mér finnst það mjög sorglegt að Palestínu fólk þannig upplifi og verði fyrir svona árásum en þess að bara leiðum til bakari og mér finnst það svo skondið og ég get alveg viðkennt mína fáfræði að ég einhvern veginn hélt og þetta kemur af bara von Ísrael sem var ekki til að Palestínumenn höfðu sem réttindi og aðrir og ég sem gyðingur af þeirra stöðlum skulum við segja, eins og amma mín er gyðingur og þá gengur það í móðurlegg að ég get sótt vegabréf á morgun. Ég get fengið húsnæði í Ísrael, ég get fengið styrk að læra þar og ekkert mál. En fólk sem hefur búið sína alla hundskatta tíð í Palestínu fær það ekki. Þessu kúsrei sem að berjast fyrir því að geta snúið tilbaka. Já, en manneska sem er fættu upp alveg í Laugadalnum og horfa á handbolta get samt sótt ríkisborgarétt með meiri réttindi en hann. Mér finnst það mjög skondið. Herðu, amma þín var gyðingur. Þú iðkar ekki gyðingatrú? Nei. En þú hagstofan í Ísrael myndi skilgreinina sem gyðinga því að móður amma þín var gyðingur. Já, en ég tek samt ýmislegt úr trúnni að þú veist, ég held upp á Hanukka stundum og svona. Svo tengist inn í bara ættarsögu og svo ættarsaga hún nær aftur fyrir helförina. Já. Þannig að það hluti af þinni ættarsögu þessar ofsóknir sem að gyðingar hafa þurft að sæta í Evrópu og hefur líklega mótað þig að einhverju leyti. Algjörlega, þegar maður elst upp við það að heyra hvernig var komið fram við bæði gyðinga fyrir helföruna og fjölskyldunum mína sem þá frá Litáen og Hvíta-Rússlandi þurfti að flýja þaðan út af ofsóknum til Danmerkur bara þá nokkrum árum seinna að vera þá kerfisbundin bara ofsókn gegn þeim og þá frændi minn þá settur í fangabúðir og þurfti að vinna í þeim fangabúðum og svo vinna fólst í því að senda aðra gyðinga til Auschwitz. Þannig þegar við elst upp við það þá náttúrulega langaði mér að skilja af hverju þetta gerist, af hverju svona hatur á sér staðan. Af hverju það verður til. Þess vegna valdur í sagnfræðinni að rannsaka helförina. Já, þetta byrjar sem svona þjóðamorðsfræði en síðan verður þess að helförin svo kerfisbundin og nútímalegan hátt og þá langaði mér líka að skilja það og sálfræðina þarna bakvið og það veitir manni svona innsýn inn í sérstaklega þjóðamorð og aðrar svona þjóðernishreinsanir af hverju þetta gerist. Og það sem sérstaklega þannig að þetta var rekið af
opinberum stofnunum og opinberum starfsmenn. Já. Önnur þjóðarmorð hafa stundum orðið eins og kveiknað í einhverju svona líklega Rúanda, þetta dæmi sem að einhvern veginn kveiknar, það sem kveikt í hatri sem hefur legið undir og það er svo magnað að það getur sko vaknað á einni nóttu. Já. Það gerðist til dæmis í Bosníu, Serbíu, þar sem að múslimar höfðu lifað í þokkalegri sátt og samlyndi við aðra og eiginlega enginn vissi af því að það var eitthvað sérstakt vandamál og gátu bara búið í einni íbúðin í blokkinni og svo allt í einn daginn gerist það að þau eru ekki borgarar í Serbíu og eru bara komin á flótta. Akkurat. Bara þá á nóttina. Þannig að þetta er magnað hvað hatur mannsins, hvað það er ótrúlegt sko. Það getur bara allt í einu rifnað ofan af einhverju og það var bara komin gerólíkur raunveruleiki þar sem að þú hættir allt í einu að vera manneskja í mínum huga. Algjörlega, en við sjáum þetta líka bara gerast í samfélaginu í dag. Ekki að svona miklu magni, en maður sér svona hvernig þetta getur gerst eins og bara ábyrgð fjölmiðla, hvernig þeir fjalla útlendingamál og innflytjendamál. Bara með því að vera með óvarlega nálgun á sínum málflutningi það leiði til þess að við skoðum bara kommentin á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum og hvernig fólk að mæta niður á Austurvöll að mótmæla innflytjenda stefnunni. Það bara býr til hatur hvernig fjölmiðlar og líka fólk í ríkisstjórn talar bara óvarlega, bara það getur búið til hatur allt í einu orðin óæðri manneski en aðrir. Þannig að stjórnvöld ættu að halda þessu niðri. Ef þau gera það ekki, þá getur þetta grassirað upp í svona einhverjum brúnstakkasveitum sem að labba bæinn og berja þá sem að tilir ekki okkur. En ef það síðan stjórnvöld þetta við hinum megin inn, eins og gerðist í Þýskalandi nasismans og núna í Ísrael, þá eru stjórnvöldin orðin sko kerfisbundin að því að reka raunverulega og byggja á þessu og fremja þjóðarmorð í krafti þessa haturs. Akkurat, en þar spila líka fjölmiðlar bróðurpart og bera mikla ábyrgð. Það er tvennskora ábyrgð það hjá stjórnvöldum en síðan hjá fjölmiðlum. Sérstaklega með fjölmiðlum í dag, þar sem þú ert að fá upplýsingar hvaðanæfa, að þú verður að vera með varlegan málflutning og það má alveg gagnrýna það að þegar að Vísir eða RÚV eða hverjir segja að erlendur maður braust inn í íbúð í Álfheimum. Af hverju er verið að taka fram hans erlendur eða útlenskur. Það fítar inn í eitthvað sem veldur reiði og akkurat svona brúnstakka bara svona vibe eins og er með skjöldur Íslands. Það leiðir til þessa og leiðir til og er þannig í Bretlandi þar sem hópur ungra manna ráðast á hótel þar sem innflytjendur eru. Þannig að þetta eru ábyrgðir hjá stjórnvöldum. Þar var það nú bara svona laugardagskvöldi í svona hefðbundnu bresku fyllirí sem bættist ofan í hatrið og mótmæli. Það var hryllilegt ástand. Akkurat. En talandi fjölmiðla, það er fjölmiðill í Ísrael sem það er ekki Haaretz sem að eftir 7. október þá skrifa þeir leiðara og hann var það að ríkisstjórn Netanyahu hefði kallað þetta yfir Ísrael. Annars verður hafi ekki varnir en bara litlu leyti sem lögð áherslu á það. Mest áherslu lögð á það og með því að ganga á rétt palestínumanna og með því að vera sífellt að taka land og sífellt að þrengja að þessu fólki að þá kallar á viðbrögð. Og mér fannst þetta svo hugað að þetta kæmi bara beint ofan í ég sagði eitthvað getið ímyndað ykkur að 12. september hefði einhvert blað í Bandaríkjunum haft kjark til þess að segja það að við erum búin að vera með hernað í Miðausturlöndum áratugum saman vaðið þar yfir allt og alla auðvitað munum við kalla á stríðið heim það þarf enginn að segja þetta í Bandaríkjunum en þarna þetta blað og sem hefur oft verið og gagnrýnt í Netanyahu og verið stundum, ég fylgist ekki með því alveg reglulega en komið mjög óvart hvað eru
huguð að standa á móti þessu, því ég gerir ráð fyrir því að mikill megin þorri íbúana vill bara ekki heyra þetta. Nei. Þannig að í Ísrael ennþá lifandi gagnrýni, þótt hún sé ekki yfirráðandi, þannig að þetta ekki alveg eins og svona einræðisríki þar sem búið að berja allt niður. Ritstjórnin þarna, hún ekki sótt og fjarlægð. Nei. Þannig ástandið ekki alveg þannig. Nei. Hins vegar hefur maður heyrt að sko líkunar að Ísrael nái sér séu eiginlega hverfandi vegna þess að það fólk sem ekki unir þessari stjórnarstefnu og vill ekki tengja sig við hana að það flýr Ísrael og fólki sem kemur í staðinn sem að svara kallinu sem að þér stendur til boða það fólki sem að styður þessa stefnu. Þannig að líkurnar á því að Ísrael nái sér svona siðferðislega eða pólitískt eða þú heyrt það sko, líkurnar á því alltaf eiginlega að verða minni og minni til lengra sem þetta ástand varir. Já, en mér samt erfitt að vera svona svartsýn. Þannig að ég var alveg fylgst með því á samfélagsmiðlum að það eru alveg hreyfingar í Ísrael sem eru að mótmæla og sérstaklega ungt fólk sem bara tilbúið að vera handtekið og leist út nokkrum dögum seinna og fara aftur að mótmæla. Það nú að samtöki sem lýstu yfir að þarna væri þjóðarmorð. Nákvæmlega og síðan En sástu alvöruna á blaðamannafundinu þegar voru að lýsa þessu? Þá sá maður að skynjaði á þeim hvað þetta alvarlegt skref fyrir þau persónulega. Já. Algjörlega. Að ég get vel ímynda mér að þetta ekki bara erfitt, heldur líka bara hættulegt fyrir þau að gera þetta. Ekki bara afleiðingar stjórnvalda gagnvart þeim, heldur líka bara íbúa og félaga. En ég held samt, ég þekki nokkra frá Ísrael sem voru með mér til dæmis í þjóðamorðsfræðum í Hollandi og þau eru bara svona líberal svona bara eins og ég og þú bara og þau vilja ekki þessa stefnu. Þannig það fólki sem sér í gegnum þetta og skilur að þetta er kerfisbundin hatur sem búið að byggja upp í áratugi og sér lygina en síðan bara í gyðingasamfélaginu sé ég að rabbinahjónin að þau eru að séra á Facebook áróðri frá ríkisstjórninni að Hamas sé að neita íbúum landsins með að mat, ekki Ísrael. En á sama tíma veit ég að þetta mjög gott fólk. Það bara gleypir áróðurunum. Þannig ég ekki svona svartsýn en þetta fyrir dvínandi þessi von. Já. Eitt sem að hefur verið sagt að þessi stefna ríkisstjórnarinnar og sem að nýtur stuðnings meirihluta landsmanna muni mesta ógnin við Ísrael sem okkur skilur. Þeir eru að fara ganga bara oflangt og við höfum nú verið að tína til og það er nú orðið auðveldrað núna og tína til svona ýmis dæmi að þetta væri að snúa viðhorfið á Vesturlöndum. Nefndu svona dæmi að menn í breska þinginu gætu orðað þetta því að áður hafði verið þannig að þeir hefðu bara verið hrópaði niður eða bara ekki þolað að koma aftur í kjördæmi sitt. En þetta er orðið meira, það er bara hundruð þingmanna sem skrifa undir kröfunum að viðurkenna Palestínu og bara inn í repúblikanaflokknum komið svona eins og sé einhver breyting og mjög víða kóngurinn í Belgíu og svona, við höfum verið að tína svona til merkjum þetta og þetta er þetta allt saman lítil skref og engin vant að segja við þau allt saman já, þetta er of seint og lítið og svona, en það er eins og sé kannski í afstæðan til Víetnamstríðsins eða eitthvað sem að við erum kannski ung til að muna eftir þegar hún breytist að það virðist vera eitthvað slíkt í gangi og þá myndi það leiða til þess að Ísrael myndi einangrast og ég veit ekki hvort það sé hætt á því að missi stuðning Bandaríkjanna en ef þau missi stuðning Bandaríkjanna þá geta þau ekki haldið áfram á óbreyttri stefnu og það geti leitt til þess að Ísrael sé í raunverulegri hættu. Tekur undir þetta? Af því að ég ætla ekki að eyðileggja bjartsýnina þína en við verðum að skoða svona þá möguleika sem hvort að Netanyahu í nafni þess hann sé að vera í Ísrael sé raunverulega mest í ógnin sem að hefur orðið til innan Ísrael.
Algjörlega, ég myndi segja að Bibi hefur bara verið, hann er að leiða landið í ógöngur þótt að landið hefur verið að gera það sjálft. Skal maður alveg segja það. Það er þetta komið út yfir allan þjófabálka. Já, og þetta er líka bara svo, þetta er svo opinbert. En ég held að núna þegar þetta er svona opinbert er vegna þess að núna eru fjölmiðlar að vakna til lífsins og er bara, ok, við getum ekki hort framhjá þessu lengur. Þetta meikar ekki sens. Það er bara því almenningur þolir það ekki. Já, akkurat. En síðan, ég er mjög ánægð að sjá að það eru fleiri lönd að stígu upp og eru tilbúin að viðurkenna sjálfstæði Palestínu, en mér þykir mjög sárt að heyra að það er oft settir annmarkar á bakvið eins og mér minnir að það var Frakklandsforseti sem sagði, já, við munum gera ef Palestína ákveður að vera vopnalaus, sem ég finnst alveg magnað af hverju, og síðan er verið að setja kröfur á Ísrael og slíkt, bara, já, mér finnst það mjög skrítið, en ég efast að Bandaríkin og Þýskaland munu einhver tíman bakka frá Ísrael. Það þyrfti eitthvað mikið að breyta, svona þess að í Bandaríkinum eru, ég myndi segja allan að 60% af þingmönnum í bandaríska þinginu studdir af fjármagni frá Ísrael, sem er sturlu staðreind. Og ef þú getur verið keyptur af fjármagni, Erlends ríkis, þetta hefur nú verið bara sviku þjóðina, hingað til. Já. En þetta er viðurkennt í Bandaríkjunum. Akkurat, og þeir eru svona, ekki það, 1% er nógu mikið fyrir mig að gagnrýna, en að sé 60%, og ég heyrði líka 70%, en ég ætla bara að halda mig við lægsta, að það er fáránlegt. Og síðan líka í Þýskalandi, ég var bara í Berlín fyrir 2 vikur síðan, að þar er Ísraelsfáninn við Ráðhúsið. Það er Úkraína, Berlín, Þýskaland og Ísrael. Þeir fánar. Mér finnst það magnað. Þegar það er land og stunda þjóðamorð og þú ert með fána þeirra. Þá getur alveg eins haft Rússlandsfánan eða hvað sem er að það hliðin á. En þetta er bara verið þess að Þýskaland hefur gert mikil, hvað ég segja, svona, þetta stemmir frá samviskubiti frá þjóðvörum. Og þau eru búin að tengjast Ísraels miklum böndum. Og í ýmsum söfnum sem ég fór á og var eiginlega gert mikið úr síonisma, eins og síonismi væri gott. Falleg hugsun. Já, að síonismi kemur út frá því að hafa bjarga gyðingum frá hennu vondu nasistum. Og það var allan á 3 söfnum sem ég fór á í Berlín. Þannig ég hef litla trú á að Þýskaland og Bandaríkin munu á einhverju snöggu augabragði snúa blaðinu við, en maður bindur vonu við aðra stórþjóðir. Þannig þegar ég var að efast að Ísrael hefði raunverulega svona aflið í sér til þess að skipta skoðun, að þá efast að það sé þannig í Bandaríkjunum og út af tökum Ísrael lobby þar, og svo í Þýskalandi bara út af sögunni, að það er eiginlega óhugsandi að þjóðverðar geti breytt afstöðu. Allan að þýsk stjórnvöld, ég veit að hinn almenni þjóðverji hann skilur þetta að Ísrael er að gera eitthvað rangt með þýsk stjórnvöld standað á bakveg. Það sama eins og með í Bandaríkjunum, við sjáum eins og með Palestínum mótmælin hjá háskólunum. Það eru margir sem er ekki á sömu skoðun, en það eru stjórnvöldin og þessir kapitalistar sem eru keyptir af þessum aðilum í Ísrael sem fá að stjórna ferðinni. Já. Og stjórnvöld hafa komist upp með þetta. Í Þýskalandi eru mótmælið bönnuð og í Bandaríkjunum mótmælið bönnuð og kippt fótunum fjárhagslega undan háskólum ef þau ofsækja ekki nemendur sem fallast ekki á það að andstaða við stefnu stjórnvalda í Ísrael sé gyðingaandúð. Eitt sem hefur verið rætt í þessum málum er svona rasismi og kannski að því að við vorum að tala áðan viðurkenningu á Palestínu og Ísrael, að þessi svona ólíkt hvernig í þessu er að eftir 7. október þá sögðu allir utanríkisráðherrar í Vesturlöndum að sama. Ísrael hefur rétt á að verja sig og ber skyldu til þess. Og í því þetta var náttúrulega svo opið og þetta var eiginlega viðurkenning á því sem að eftir fylgdi.
sem að opin tékki ekki svolítið gefin upp sem að stjórnvöld á Vesturlöndum eiga í erfiðleikum með að skrúfa svolítið ofan á að því að þú byrjar á að styðja eitthvað, það er erfitt að bakka út úr þessu og kannski það sem við vorum að nefna áðan hversu hægt það gengur. Engin af þessu fólki, ekkert af þessu fólki, hefði sagt að Palestínumenn hafa rétt á að verja sig og ber skylda til þess. Ef þú ert í hernumdu landi, þá ber þér skylda til þess að stíga upp með öllum tiltækur áðum gegn kúgunarvaldinu. Þetta er ekkert viðurkennt, ekki eins og meðal ríkja sem að þykjast viðurkenna Palestínu. Nei, og þetta er svo... Er þetta rasismi? Að því að í þessu tilfelli þótt þetta sé sumuleyti er þetta fólk sem er eiginlega sprottið upp úr sumu moldinni, líka við. Já. En oft er þessu stilt upp þannig að það eru palestínumenn sem eru brúna fólkið og ísraelsmenn eru hvíta fólkið. Já, ég held að það er vissulega einhver rasismi þarna bakvið, en ég held að þetta sé miklu stærra mál heldur en bara rasismi. Þetta er akkurat viðskiptatengsl, heldur ýmislegt bara að þessi lönd styðja sína vinaþjóðir og sérstaklega Ísrael í gegnum allt. Og þau hafa ekki stutt Palestínu og þá hjálpar ekki að þeir sem styðja Palestínu eru óvinir þessara landa. Og já, ég held að rasismi spilar þarna inn en mér finnst líka bara þegar maður hefur fylgst með þessu frá 7. október hvernig orðræðan hefur verið eins og í fjölmiðlum að þeirra vera að taka fólk í viðtöl og svona og fólk vera að segja já, en þetta, ok, Ísrael árétt að vera að segja en það vera að svara á offorsi. Þú þarft alltaf einhvern veginn að segja, já, þau eiga rétt á að svara fyrir þessu. Þú þarft alltaf að segja það svo þú sért ekki tekin að lífi þess að bara mannorðið þetta er bara tekið. Eins og var reynt við íslenska palestínumenn sem að bentu á það eftir 7. október að þetta væru varnarviðbrögð. Svo getur náttúrulega gagnrýnt hvernig þú eru. Já. En það að palestínumenn bregðist við hernámennu, þú getur ekki gagnrýnt það. Ekki frekar en upplýst gyðinga í Varsjá. Akkurat. Það er bara ekki, það er bara alþjóða lögum, þá hefur þessi þjóð rétt á að verja sig. Algjörlega, en við þurfum samt að skoða árásinn 7. október, hún sjálf, hrikaleg. Og það á og má fordæma hana, en þú getur samt þá ekki, þú getur ekki neitað því að fara að skoða hvaðan hún kemur. Af hverju var þessi árás? Já, kannski þetta að hafa samanburðu önnur hryðjuverk sem hafa átt sér stað og aðra glæpi sem hafa átt sér stað. Já. Og þar ef allir sanngirni er gætt að þá hallar gríðarlega á Ísrael í því ofbeldi og því morðum sem hefur átt sér stað þarna. En síðan er svo áhugavert en þess að það var, ég held að í COVID að þá horfði ég á þætti ísraelski þætti sem þetta Fáta á Netflix og það er fjallað hvernig Mossad og IDF ráðast reglulega inn í Gaza og hvernig þau koma fram við palestínumenn og það opna augum mín sem finnst magnað, þetta er ísraelski þætti frá ísraelska ríkissjónvarpinu að það sýnir akkurat ef annað land getur slökkt rafmagnið hjá öðru landi eða neitað að flytja inn mat eða hvernig sem er og þá er þetta bara þetta er ekkert nema ofbeldi. Þetta er fangabúðir. Já, það er það. Og ég hef mér sagt í svona ágætu djóki að meiri segja nasistanir í Pólandi og Varsjá þeir voru með skömmtuna mat þótt að það var algjörlega minimalíst og það var til sitt eigi hagkerfi í Varsjá en þeir voru ekki að taka matinn að þeim fyllilega þarna þannig til þeir lokuðu fangabúðunum og færðu þau. En það er það sem er nákvæmlega að gerast núna í Gaza nema að þeir hafa brákveð að taka matinn algjörlega og vonast bara til að þau drepist og færa síðan restina í burtu. Þetta er svo stórt, þetta er ríkalist í atburður þessar aldars. Í sammála. Þetta er bara þannig. Herðu, Ísrael og gyðingar, það er ekki það sama. Nei. Og það hefur verið í Bandaríkjunum eru gyðingar sem að stíga fram, oft svona málsmetandi fólk
og það hefur alltaf svo þunga þegar sá hópur að gagnrýna stjórnvöld í Ísrael, sama á við í Bretlandi hefur tekið eftir og kannski fylgist ekki nógu með og sömuleyti þá leggur þú þunga í þín orð með því að vísa í ömmuðina. Hvaða nú til, það bara raunverulegt, það til gyðingasamfélag og gyðingasamfélag var eiginlega hægt að segja sko fyrir utan Ísrael, sterkt og öflugt eins og oft með svona þjóðarbrot sem eru drift hér og þar en sérstaklega með gyðinga mjög sterk og rík menning og mikil svona samheldni og samkennd og fólk tengist það að vera gyðingur þú veist það tölvöld stort, það er mikil áhrif á þig. Ég átta mikið alveg á því að því að maður bara að lesa fréttir og skoða svona að hvort að sé að þegar að einhver stígur fram sem gyðingur og gagnrýnir Íslandsstjórn þá vekur það mikil athygli. Hvort að sé dæmi það eða hvort að það sé eins og sé einhver upprisa meðal gyðinga utan Ísrael að hafna þessu. Já, ég held að þetta sé eiginlega bæði. Þetta að ég verið að fylgjast með í marga mánuði á samfélagsmiðlum akkurat gyðingum að stíga upp og fordæma þetta og sérstaklega eins og segir í Bandaríkjunum að gera það. En þá finnst mér það vera á okkar ábyrgð að segja, þetta ekki í nafni gyðinga. Sérstaklega þegar Ísrael stjórnar að segja að með því að gagnrýna Ísrael eða eitthvað slíkt þá það antisemitismi. Sem það ekki og mér finnst að gera lítið úr antisemitisma að segja það og þá mikilvægt að koma fram og segja nei, við finnst að gyðingatrú og bara eins og segir samheldni hjá gyðingum mjög falleg og hjá öðrum bara þjóðabálkum og trúarhópum og slíkt og þá það ábyrgð okkar að koma fram og fordæma þetta og segja að þetta sé ekki í okkar nafni. Því annars þetta eiginlega að eyðileggja ykkar menningu. Já, og þá líka... Síónismi ekki gyðingdómur? Nei, alls ekki. Síónismi alls ekki tengt gyðingdóm. Þetta bara nýlendu stefna sem nota trúna sem farsa. Þetta bara valda síki. Og þá líka þurfum að segja, aldrei aftur, þýðir aldrei aftur og þá mjög vont að sjá þetta vera gert í manns eigin nafni og þegar það betra að vakna upp núna heldur en aldrei. Þannig ég líka að vonast til að aðri gyðingar vakna upp eins og ég hef gert og reyna að sækja sér aðrar upplýsingar og ekki að gleypa þessum áróðri eins og ég hef gert áður. Herðu, Inga Þóra, takk fyrir að koma hingað og ræða þessa sem við vorum saman að væru stærstu viðburðir okkar aldar. Kæra þakkir. Takk. En við ætlum að vera áfram við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja hann heim sem síbreytilegur og kannski náum honum aldrei en við reynum. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is